Tæki og tól, þetta svona stór partur af því að byrja á að vera viðsynast í vefforritinu í dag er bara að læra á allir þessi tæki og tól sem eru að koma út og þau eru bókstaflega að koma út nýjar útgáfur bara í hverju mánuði og það bara frekar mikið vinna að fylgjast með þessu öllu saman en ég ætla svona að taka þessi tól sem eru svona orðin svona ákveðin svona staple í þessu og reyna að sýna ykkur svona bara af hverju hefur verið að nota þetta, hvað gerir þetta það ástæða fyrir að fólk eru að búa til þessu tól því að það náttúrulega þessi von og ósk það að við gerum betri verkefni, hraðar og með færri böggum en fyrsta svona sem við ætlum að tala eru þessi CSS preprocessorar þeir eru sem sagt því að CSS ekki meinin að breytur föll aðgerðir þannig að við erum í raun alltaf bara að endurtaka okkur við erum alltaf að skrifa sömu selektorana sömu reglusettin fyrir svipaða hluti og í byrjun var þessu haldið frá CSS viljandi af því að það var hugsunin að CSS alltaf unnið af bara einhverjum hönnum og svona efnisfólki og forritarnir myndi bara verið að forrita eitthvað og forritarar myndi aldrei verið að vinna með CSS þannig að þessi hugmynd þessi svona tölvunarfræðilegu hugtök eins og breytur og lúpur og föll og eitthvað svona það væri ekkert það sem CSS styrsti en það þó verið að breyta þessu í dag og það er verið að búa til CSS module sem býr til og kynnir CSS breytur inn í CSS en þegar það voru svona margir forritarar sem farnir að vinna með þetta og orðin mjög þreyttir á því að vera að vinna svona andstætt þeim reglur sem að þeir hafa bæði lært og verið kennt þá var farið að vinna svona preprocessora og þeir eru CSS lektmál sem þá yfirleitt sett einhvern veginn upp sem annarkvort svona supersett yfir CSS eða bara CSS viðbætur sem bæti við ýmsri nýrri virkni eins og til dæmis breytum þannig að við getum skilgreint bara einu sinni litin sem við ætlum að nota og nota hann svo alls staðar og breytta honum bara einu sinni á þess að þurfa að fara að breyta hann í öllum skránum okkar og stærðir og fleira mixins sem eru svona eins og föll nema við getum svona skotið þeim inn óháð hvað við erum að vinna með sjáum það betur eftir en þannig getum við búið til eitthvað reglublokk sem segir bara eitthvað rounded corners og það svona alltaf svona mikill border radius alltaf svona þykkt og svo getum við bara þessi þetta box á að vera með þessu border radius mixinni og þá bara splæsum við því inn. Svo getum við nestað, þannig við getum skrifa reglur inn í reglum í staðan fyrir að vera að búa alltaf til nýja og nýja selektora sem eru bara að taka selektorinn og bæta honum við fyrir framann til að fara dýpra og öll þessi virkni þannig að við skrifum hana þarna, svolítið eins og við vorum að skoða með ECMAScript 2015 og svo keyrum við eitthvað tól sem breytir þessu úr þessu preprocessor máli yfir í CSS áður en við síðan birtum það í Vafra og það eru svona 3 stærstu tólin en það eru bara 2 sem eru svona eitthvað þriðja Stylus sem að reynda margir eru mjög hrifnir af en hefur einhver hluta vegna ekki fengið mikla útbreiðslu en við höfum less og less útfærir breytur og mixins og alls konar svona namespaces og scoping og svona reglur og það hægt að keyra þetta bara með JavaScript library í vöfrum í dag þannig að þá myndum við vera bara að keyra þetta í JavaScripti á vélinni sem að fara að birta þetta sem að náttúrulega hljómar og ekki góð hugmynd en þannig að við notum svona einhvern þýðanda sem þýðir hérna á milli og þeir eru til í flestum málum þannig að við getum notað þetta í Node eða í Python eða C# eða einhverju svoleiðis og dæmi það þá svona þannig að hérna erum við með svona mixin sem skilgreinir að það sé 0.1 pixel svartur border og svo erum við einhvern wrapper og þá í staðinn fyrir að skrifa þessa hérna reglu og hugsanlega einhverjar fleiri þá vísum við bara í hana með því að segja bara þessi wrapper bordered og svo hann með einhvern color og þá getur hann verið sækið það úr þessari breytuskilgreiningu hér og svo erum við með nestaða reglu hér og einhver föll hérna eitthvað föll sem tekur
bláa litin okkar og saturator hann 5% og hérna verið að setja í bakgrunnslitin, verið að taka litin og plúsa dökkan lit við. Þannig að þannig eru komnar einhverju svona aðgerðir til þess að eiga við hluti í CSS. Svo keyrum við þetta gegnum einhvern less parser og þá verður þetta að þessu CSS-i sem við síðan birtum á framöndanum. Þannig að þannig erum við raun að leyfa okkur að skrifa CSS með tólum og verkfærum sem að okkur finnast eðlileg og svo notum við bara tölvuna og bara eitthvað tæki og tól til þess að breyta yfir eitthvað sem vafrarnir skilja. Svo SAS, eða Syntactically Awesome Style Sheets og þetta útfærir allt svo sem voðalega mikið það sama. Það bara aðalmunurinn á því hvernig syntaxin og útbreiðslan. Þetta var skrifað með SAS endingunni og svo núna skrifað þetta sem SCSS, Sassy CSS. Og það aftur til þýðendur í flestum málum, þannig að það raun hvort við notum less eða hvort við notum SAS, það skiptir ekki öllu máli. Það raun bara, við viljum helst alltaf vera með eitthvað svona tól til þess að hjálpa okkur, af því að þetta bara gerir lífið með CSS aðeins betra. Og SAS hérna, það ekki @merki til þess að stilla skilgreina breytur, heldur það dollaramerki og svo hérna annað fall darken, þannig að þetta allt voðalega svipað sem þetta býður upp á. En þetta hérna verður bara skiljanlega hérna, margin verður 16, það verður 8, border color þessi litur og svo getum við líka nestað hérna, þá getum við með þess að nesta þegar við erum með reglurnar fyrir eins og allt þegar það kemur font og svo kemur bandstrik family, bandstrik weight, þá getum við sett þetta svona og þetta verður svona. Þannig að þetta svona, þetta meikar allt saman svona intuitively sense. En svo þegar við erum líka að, núna svona gera ráð fyrir að þið farið að vinna eitthvað svona stór verkefni þar sem þið eru að vinna í raun ekki bara eitthvað CSS, þá koma svona CSS guidelines sem eru svona einhverja leiðir til þess að skilgreina sameiginlega fyrir einhvern hóp af fólki sem er að vinna saman verkefni, hvernig við ætlum að vinna með CSS, hvernig við ætlum að nefna hlutina, því að það að skýra selektora getur verið mikið list og hvernig við skiptum upp, ætlum við að vera með þetta allt í einu stóru skjali eða ætlum við að vera með þetta í nokkrum skjölum og importa svo hvernig við saman, hvað aðalskjalið sem importa svo öllu saman og svo framvegis og hvernig ætlum við að útbúa selektora, ætlum við að vera með nesting eða ekki og fullt af svona hlutum sem bara að vera með bara svona góða vinnu svona öguð vinnubröð við það að vinna CSS-i og þá náttúrulega þetta búið að búa til svona tæki og tól til þess að hjálpa okkur við það. Eitt heitir Suit CSS, það svona aðferð sem gefur okkur svona reglur til þess að skrifa CSS sem fókusar á að skrifa svona komponenta. Þá getum við hugsað okkur sem komponenta svona einhver hluti sem við getum endurnýtt á síðunni aftur og aftur, eins og í verkefni 2 þar sem við vorum með svona kartlista, þar sem við vorum með mynd, eitthvað fyrirsögn og eitthvað texta og þá svona ákveðin leið til að skýra selektora. Þannig við ætlum að vera með eitthvað svona tweet sem eitthvað svona tweet sem birtist á síðunni og svo ætlum við að vera með stærra, þá segjum við tweet full og við ætlum að vera með síðan inn í því eitthvað haus og þá segjum við tweet bandstrik header. Þannig erum við að búa til svona flóknari og lengri klasanar en í staðinn þá eru minni líkur á því að við förum að yfirskrifa aðra hluti annar staðar. Til dæmis ef við myndum kalla þetta tweet og svo kalla það bara header og svo kemur einhver annar forritari sem er að vinna í sama verkefni og hann er með list og hann ætlar líka að nota klasanafnið header. Og í staðinn fyrir að kalla það list header, þá kallar það header. En hann er ekki að vinna á síðu sem er með tweetinu, þannig að hann yfirskrifar kannski leturstærðina, breiddina, hæðina á headernum fyrir tweet. Þannig að þá fyrir að lenda í vandræðum. Og svo líka svona utilities klasar eins og sem eru það búin til með bandstrik eins og float left sem það bara eitthvað sem við hengjum á element til þess að láta þau floata left, floata right, breyta margin og svo framvegis. Já, svo kemur linkur hérna fyrir neðan inn á þetta. Svo BEM og BEM stendur fyrir block element modifier og
og það önnur leið til þess að skýra svona selektorklassa og í raun svo sem að mér finnst best af þeim sem ég hef svona skoðað af þessu, en þá myndar þetta svona skýrar tengsl á milli HTML-sins sem við erum að vinna og CSS-ins í stærri verkefnum. Þannig að við erum með blokk sem aftur þá svona komponenti sem við erum að vinna með, og þá getum við til með skýrta BTN fyrir button, og svo erum við með svona einhver element, þannig að við erum með blokkið, svo erum við með element sem eru buttonin inn í þessu blokki, og þá skýrum við það sem sagt með button og svo underscore price. Þannig að hérna svona, þetta er bara verið að búa til namespace í textaformi. Þannig að við erum með button og price, og svo þessi svona 2 underscore syntax, hann er svona mjög ljótur þegar maður sér hann fyrst, en venst mjög vel. Og svo getum við verið með modifier, sem er þá seinast í þessu, sem breytir þá blokkin einhvern veginn án þess að hafa almenn áhrif. Þannig að við getum verið með button, og svo getum við verið með button full, og þá segir við að hann sé einhvern veginn breiðari eða stærri eða einhvern veginn, og þá er það modifier á button. Þannig að þá fari elementið bæði button klassan og svo button full klassan, sem notar þá það að button skilgreinir eitthvað og button full hugsanlega skilgreinir bara with 100%, á meðan að button skilgreinir with 50%. Og aftur hérna, liggur hérna undir vísun í þetta. Og svo svona áður en við tökum okkur smá pásu, þá er gott að fá svona CSS fyrir fullorðna, en það var hérna mjög góður fyrirlestur eftir Andy Hume, sem er mikil CSS hetja í gegnum árin, og það sem hann er svona að tala það að við höfum talað með okkur alls konar góð vinnubrögð, en þegar við erum að vinna verkefni, og sérstaklega þegar við erum að vinna verkefni og við höfum bara ekki tíma til þess að gera allt fullkomið, og þá er allt í lagi að brjóta þau svona viljandi. Við vitum að við erum að brjóta svona þessi góðu vinnubrögð, eða þá að við erum í raun bara með lokuð augun fyrir einhverjum betri vinnubrögðum. Þannig að það er svona það er þessi, við megum ekki festa okkur í því að vera svona, ég er búinn að segja ykkur, það má aldrei gera svona í CSS, en þið megið samt alveg gera það, af því að hugsanlega bara breytist þetta eitthvað og hlutirnir verða öðruvísi, og það kemur í ljós að eitthvað sem var einhvern tímann ekki góð hugmynd verður allt í einu góð hugmynd. Þannig að svona smá sidestep hérna, CSS laumar sér inn í lokin, en þeir svona eru orðin svona, já, svona mellifæri í CSS, en hérna þetta er rosalegt bra, sérstaklega þegar maður er að vinna í stórum verkefnum. Og þá er hérna mitt önnur grein, svona ef þið eru mjög spennt fyrir CSS. Medium CSS is actually pretty fucking good, sem að er skrifað af honum Fatt, sem er annar þeirra sem að bjóð til Bootstrap upprunalega, þar sem hann er bara að fara, þetta er bara svona risastór grein, sem hann er bara að fara yfir bara eitthvað, hann hætti á Twitter, fór að vinna hjá Medium, og bara eitthvað, ok, ég ætla bara að gera best uppsetta CSS verkefni allra tíma hjá Medium, og þetta er svona hann að lýsa því hvað hann gerði, hvað klikkaði, hvað virkaði, og svona er með ágætis hérna svona conclusion á það. En tökum okkur smá pásu núna og byrjum aftur eftir svona sirka 10 mínútur.